gott fólk, ég ætla að veðja á það að flest okkar höfum einhvern tímann inn í vaktavinnu. Þannig að við þekkjum það ágætlega, en hins vegar er það nú þannig að vaktirnar eru ýmiss konar í okkar lífi. Og til mín er komin falleg fjölskylda í sófann til þess að ræða ákveðnar vaktir. Og þetta eru þau Þorsteinn og Hulda og Tinna. Verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Hefur komið til Akureyrar áður, Tinna? En hefur flogið áður? Ok, auðvitað. Þú ert vön. Vel gert. Hérna, þessar vaktir. Þriðja vaktin er það sem hefur verið að ræða um. Þá lítur númer 1 og 2 að koma undan. Jöp. Þið eru fagfólkið, eru þið til í að segja mér þessar vaktir? Það er einmitt best að útskýra þriðju vaktina út frá fyrstu og annarri líka. Að setja þetta í svona samhengi. Fyrsta vaktin er launastarf utan heimilis. Bara við mætum í launaða starfið okkar, fáum fyrir það launaseðil og það sem við fáum greitt fyrir. Og þarna skiptir máli að konur vinna til jafns við karla á Íslandi í dag. Þetta er 80% atvinnuþátttaka. Önnur vaktin er síðan allt sem við erum að gera og framkvæma heima. Það er að elda matinn, klæða krakkana okkar í föt, ryggsuga, bara allt sem við erum að gera heima sem sést rosalega vel, það er svona rosa sjáanlegt hver er á annarri vaktinni. Já, ok, ég skil. Já, þannig að það er að gera. Það er svona alltaf þumalputtareglan mín þegar ég er að skilja hérna á milli, bara það er að gera. Svo er þriðja vaktin, það er þetta ósýnilega utanumhald, skipulag, allt sem þarf að vera til staðar svo að hlutinir gangi upp. Og þá tek ég oft þetta dæmi, til dæmis fatastærðir barna. Það sér enginn að þú ert sérst að hugsa þessa hluti, en það eru til föt í réttum stærðum á börnin. Hvenær þarf að snyrta neglur á börnum, það er þriðja vaktin. Önnur vaktin er actually að gera það. Já, ég skil þig, ok. Þannig að þriðja vaktin snýst að vera með í undirmeðvitundinni eiginlega allt klárt. Vita þarfir barnanna þinna, vita ammalinn, vita tengslin, hvað er ekki skólan og svo framvegis. Já, þessi yfirumsjón, þessi ósýnilega og ólaunaða yfirumsjón sem tengist bæði heimili og getur verið líka út fyrir heimilið. Og þetta er náttúrulega oft kallað hugræn byrði, af því að þetta er byrði sem er borin bara hugrænt og er svo ósýnileg og það sem er kannski slæmt við þetta fyrirbæri, þriðju vaktina og jafnvel aðra vaktina líka, er að hún fellur afskaplega ójafnt. Ég skil. Og hér erum við komin saman á annarri vaktinni, en við höfum alveg þurft að glíma við það okkar heimili og erum ennþá að glíma við það að reyna að jafna sérstaklega þriðju vaktina, þar sem að hún fellur virðist vera sjálfkrafa þyngra á konur almennt. Og hér erum við að tala um mynstri sem við þekkjum bara, ég hefur segja í vestrænum samfélögum og kannski bara víðar. Þetta mynstur þar sem að karl og kona sem deila heimili og alveg fjölskyldu, það börn saman, að þá er þetta mynstur sem blasir við okkur og þetta mynstur blasir við okkur á Íslandi líka. Óhjákvæmilega, ég meina, ég tengi mjög óþægilega, Sérstaklega fyrir karla. Já, algjörlega. Ég viðurkenni fúslega, ég hefði aldrei leitt hugann að auðvitað vitum við öll hvað fyrsta vaktin er og mér fannst ég standi bara nokkuð vel í annarri vaktinni. Ég átta það að þegar Margrét fer heiman, þá er ég aðeins að draga púðurskot í þriðju vaktinni. Já, en kallar almennt, það er líka svo áhugavert að það sem við sjáum líka er að kallar oft upplifa sig ábyrgar og duglegri heldur en þeir eru. Þetta er líka það sem rannsóknir sýna, að þeir vanmeta sitt framlag til heimilisins og konur vanmeta sitt framlag. Og ofan á það, að þá erum við erum svo ofpeppaðir, við erum svo ofverðlaunaðir fyrir það sem við gerum. Þú veist, ég meina, þekkja fyrir okkar eigin fjölskyldu, að hvernig sumum ömmunum finnst ég til dæmis svo ofboðslega duglegur og þeim Kinkar þú kollinum. Hefur þótt ég vera rosalega duglegur. Meiri segja þegar ég var bara algjörlega drull á mig, og var ekkert duglegur. Já, þá þurftir ekki að gera neitt annað nema kannski baka súkkulaðiköku á sunnudegi og greiða henni hárið. Já. Það var bara á hans steini, það er svo duglegur, þú ert svo heppin að eiga svona góðan mann. Já. Svo er ég bara veist þú allt sem ég er með hérna, allt sem ég er hér í dag, skilur. Það er bara til sjálfsagt. Já, meðan þinn listi er svona hér og okkar svona. Já, algjörlega, Þetta er mjög merkilegt. Hverjar eru
hver eru ræturnar og hvað gerum við í þessu? Já, ræturnar, þar einmitt snertum við kannski á náttúrulega samfélagsgerðin okkar. Ég meina við erum að koma úr samfélagi þar sem að við bjuggum við afskaplega íhaldsumkyn hlutverk. Þú veist, þar sem að konur voru í fyrsta lagi ekki útivinnandi, þær voru heimavinnandi, þær sáu heimilið og fjölskylduna. Þú veist, það var bara einhvern veginn þeirra staður. Kallarnir voru útivinnandi, svo komu þeir heim og settist í sófan og fengu mat og horfðu á sjónvarpið, þú veist, þegar það kom. Þú veist, við erum að koma þaðan. Og hér er ég að vísa til í rauninni svona, ég var að segja, íhaldsamra kvenleika og karlmennsku hugmynda. Og þetta að vera föst, eða ég var að segja, að vera fastir með þetta hugmyndakerfi ennþá. Þar sem að, þú veist, við eigum þetta barnina saman, að ég beri ekki fullkomlega jafnmikla ábyrgð á henni og öllum hennar þörfum og bara öllu hennar lífi. Þú veist, þessi hugmynd einhvern veginn undir niðri að það sé eiginlega meira hennar hlutverk. Þú veist, það er hluti af þessu íhaldsama hugmyndakerfi, þaðan sem við erum að koma og mætti jafnvel segja að sé ein tegund af skaðlegri karlmennsku. Já, einmitt. Af því að skaðleg karlmennska er, þú veist, það er ekki bara eitthvað svona, einhver algjör kallaremba sem hatar konur, þú veist, það er ekki bara skaðleg karlmennska. Skaðleg karlmennska er allt sem að næri missetti og stuðlar að í rauninni til dæmis ójafnri ábyrgð heima fyrir. Já, og gefur okkur eitthvað ímyndað forskot á einhverjum vissum sviðum sem að er ekkert okkar að taka. Já. Og við þarf eins og að ég sé eitthvað betri í þessu því ég sé kona. Já. Þú veist, þú ert nú svo góð í þessu, konur eru svo góður í að multitaska og þarna tek ég alltaf dæmið. Þegar ég var einstaks kona, þá var ég ekki góð í að multitaska. Þetta er svona mótast ég að þetta er kona. Ég læra af öðrum konum samfélagi, setur kröfur á mig. Veist, þannig að ég fæðist ekki með hæfileika í vöggugjöf að elska börn eitthvað meir en hann eða þú veist, skipuleggja að ræði skápa. Það hentar ekki því vatni. Og ofan í þetta, að þá náttúrulega er þetta eitt helsta ágreiningsefni í parasamböndum sem að hún til dæmis bara þekkir úr sínu klíníska starfi og ég þekki af mínum miðlum, ég er með karlmennskan á Instagram eða samfélagsmiðlum og þegar ég hef verið að ávarpa þriðjuvaktina á þessa hluti að þá bara fæ ég 10 skilaboð frá konum sem að kannast við þetta úr sínum samböndum og hafa jafnvel lýst í að þetta sé ástæðan fyrir því að þær skildu við sína barnsfeður. Já, oft ástæða skilnaðar og sambandslita. Já, þess að þarna er bara fullkominn ágreiningur um þá hlutverkin eða öllu heldur að menn taka ekki til sín að þeirra framlag er ekki eins mikið og þeir halda. Já, og bara skilja ekki kannski svona hversu mikil byrði þetta er og þessum pör lenda gjarnan í að þau bara festast í hjólförum þar sem þau eru eiga sama rifrildið í ár og jafnvel áratugi. Þar sem við ná ekki að skilja einhvern veginn hvort annað og þá kannski einmitt karlinn skilur kannski ekki alveg svona hversu mikið lagt er á konuna. Já, allavega þeir sem að hafa, ef að segja, alist uppi þá tegund af karlmennsku að svona þroska ekki tilfinningar sínar og svona samkennd og umhyggjuna og taka tillit og allt þetta, þá er bara afskaplega erfitt að gera það þegar við förum í, ef að segja, ástarsambönd. Já, við erum náttúrulega sem þjóð bara ekki komið langt frá því að vinnusiðferðið var þannig að þú ætti að vera duglegur. Þú mátt rústa öllu, svo lengi sem þú getur sagt, ég mætti vinnuna, ég er duglegur. Já, algjörlega. Það er bara þannig. Hjartans þakki fyrir gott spjall. Ég verð að spyrja að lokum, Þorsteinn, þú ert svo fallega naglalakkaður. Já, takk fyrir. Naglalakkaðið þú vantina. Vel gert. Ég reyndar, hún gerir það oft en ég gera þetta sjálfur. Ég er bara oft með naglalakk og það svona er kannski lengri saga að segja frá því. Ég mun tala það. Eða þegar þetta kemur út, þá talaði ég það í gærkvöldi á opnu erindi í Háskólanum í Akureyri, þar sem ég var að tala karlmennsku hugmyndir og svona, en það er næsta saga. Það er næsta saga. Eins og þið segja á dönskunni, forsettelse í næstu nummer. Hjartans þakkir fyrir gott erindi og óskaplega þarft og gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir. Heyrðu, það eru einhver skilaboð, það er vissum. Svo sjáumst við aftur.